Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í bókaspjallið við Rauðaborðið. Með mér er Vigdís Grímsdóttir og ég heiti Oddný Eir og gestur okkar í dag er eiginlega stærsti útgefandi Íslands. Það er Hólmfríður Matthíasdóttir sem er kölluð Úa. Vertu velkomin. Sæl. Er það ekki rétt hjá mér að þú sért eiginlega stærsti útgefandinn eða útgáfustjóri stærsta útgáfufélags? Jú, forlagið er stærsta útgáfufélag landsins og ég er útgefandi þar, þannig að það hlýtur að vera rétt. Og þú kemur við báðum þig að koma til þess að ræða við okkur kannski útgáfuna og bókmenntaverðlaunin sem voru veitt í gær og nýbakaðan verðlaunahafa eða verðlaunabók sem heitir Móður ást draumþing eftir Kristínu Ómarsdóttur. Kristín komst ekki til að taka á móti verðlaununum þannig að þú last upp ræðuna hennar og landsmenn gátu sér það í beinni útsendingu í Ríkissjónvarpinu. Hvernig tilfinning var það að svona leika höfund? Ég náttúrulega bara reyndi að standa mig Kristína vegna því það er mikil heiður og traust að fá að lesa upp ræðun hennar en svo fannst mér þetta bara svo frábær ræða. Mér langaði eiginlega mest að heyra hana lesana og úr því það var ekki hægt þá náttúrulega gerði ég bara mitt besta. En það þurfti ekki minna en 2 konur til þess að koma í staðinn fyrir Kristínu á þessa athöfn því að systirinnar Yrsa tók svo á móti verðlaunagripnum í hennar nafni. Já, þetta var mjög eiginlega hátíðlegt. Já, mjög, jú, og skemmtilegt og ég vil nú segja þegar ég fæ nú ekki oft kökku í hálsinn, bara svo kaldlynd en ég fekk það þegar þú fluttur ræðuna. Og ég þekki Kristínu það vel, ég er ekki við sem ég hef fengið þegar hún fluttar, nei, alveg, þetta var mjög... Það var kannski hátíðlegra þegar einhver annar flutti þetta en ég er nokkuð vissum að hún hefði flutt hana mjög skemmtilega og mér fannst þetta frábær ræða hjá henni. Já, hún var mjög falleg. En það var eitthvað fallegt við þessa fjarlægð og þú, sem sagt, að þú værir að lesa og með lestrinum einhvern veginn náðiru að gera Kristínu samt mjög svona Ég var að reyna að streyma. Já, ég var að reyna að streyma henni. Þú streymdir henni. Já. Og þú svona hlýtur eiginlega vera dálítið þá góður útgefandi eiginlega. Þú ert að veita útgefundurum einhvern farveg, alltaf verða ekki í þínu starfi. Svona þú ert að streyma höfundum. Þú ert að miðla þeim. Já, einhvern nátt. En svo bara, það er kannski svo gaman að rifja það upp. Ég var að rifja það upp á leiðinni þegar ég var að keyra á Bessastaði í gær að ég kynnist Kristínu fyrir meir en 40 árum á okkar námsárum. Og ég hugsaði hverjum hefði þá dottið í hug að rúmlega 40 árum síðar væri ég að fara á Bessastaði að lesa upp þakkaræðu hennar sem útgefandi hennar. Okkur hefði bara aldrei, við höfum ekki haft ímyndarafl í þetta. Hvar voruð þið saman í skóla? Í Barcelona. Já, gaman. Það voru mjög skemmtilega ár og en orðið dálítið langt síðan. Já. 40 ár, hvað? En hvernig rataði þú inn í þetta svona starfi eða þetta fag, svona bókaútgáfuna? Þú varst náttúrulega kynningastjóri forlagsins í mörg ár og það var svona mál manna að þú settir það svolítið, að þið settu það svolítið á annan, ég veit ekki, settu svolítið fút í kynningastarfið? Já, ég var að vinna með Valgerði Benediktsdóttur á réttindastofu forlagsins og það var ótrúlega skemmtileg og gefandi ár og eitt af skemmtilegasta sem ég gerir er að tala bækur og bókmenntir. Þannig að þetta var svona meira en bara starfið, þetta er eiginlega bara ástríða og það var ótrúlega skemmtilegt. En ég byrjaði að vinna við bókaútgáfu töluvert áður. Ég var að vinna fekk starfið bókaútgáfu á Spáni og var að vinna þar í nokkuð mörg ár eiginlega 16 ár áður en ég kom til Íslands til að vinna við bókaútgáfu. Varst að vinna 16 ár í Barcelona? Já.
við bókaútgáfu. Við bókaútgáfu. Já, svo þú færir það allt með þér heim. Já, eða þessa þekkingu á því hvernig bransinn virkar. Já. Og ef að ég sem krakki hefði bara vitað þetta starf fyrirfannst, þá hefði ég náttúrulega stemt á það alla tíð, en ég var svo heppin að eiginlega bara detta inn í þetta í Barcelona. Já. Var það bara hálfgerði tilviljun eða svoleiðis? Það var, ég var sem sagt að vinna hér hjá listahátíð í Reykjavík og það kom kunningjakona minn og með henni var maðurinn hennar, Spánverji, sem var að vinna hjá útgáfufyrirtæki og ég vildi fara aftur til Barcelona, þar var maðurinn minn og það bara vildi svo til að hann var með laust starf hjá útgáfufyrirtækinu. Þannig ég eiginlega stökk á það og þannig fer ég inn í þennan bransa. Þannig að þú raunverulega ert bara bókaunnandi og bara raunverulega ferð að gera það þínu starfi. Já, og hef unni við það alla tíð síðan. Svona mismunandi störf, bæði sem útgefandi og svo líka í réttindastofunni, þar sem við vorum að kynna bækurnar til erlendra útgefanda, þar sem að við lásum þá allar bækur forlagsins og fórum og fluttum fagnaðar erindið til annara útgefanda á bókasýningum og í gegnum tölvupóst og svo framvegis. Já, maður heyriði einmitt, ég man bara eftir því fyrir svolítið mörgum árum þá var talað um að það þótti mjög eftirsóknarvert að hjá höfundum að þú talaðir bækurnar þeirra, eða þannig. Það væri svona einhver ástríð í þessari, hvernig þú talaðir bækur. Getur gert það ennþá sem, ert þú einhvers staðar bara núna efst upp á skrifstofunni eða ertu ennþá að tala bækur við lesendur? Ég alltaf að tala bækur. Ég fæ helst að tala bækur hér á Íslandi við bóksala eða annað fólk innan fyrirtækisins og aðra lesendur. En svo náttúrulega fer ég á bókasýningar erlendis og þar hitti ég aðra útgefundur og þar getum við talað borið saman bækur okkar. Og þá fæ ég að segja frá því sem að mér finnst skemmtilegast og best. Segðu okkur þá núna, það minnst að falla svo vel inn í. Þarna frá bókina Kristína. Hvernig finnst þér Nú talar þú bara satt. Já. Engu orði ofekið og engu logið. Hvað finnst þér bókin hennar Kristínar? Ég ætla bara að segja það, mér finnst hún alveg dásamleg. Mér finnst svo fallegt andrúmsloft í þessari bók. Það einhver galdur í bókinni og hún býr til svona seiðandi andrúmsloft. Það sem hún að fjalla þessa unglingsstúlku sem á mörkum þess að hætta að vera barn og verða fullorðin. Og hún staðsetur þetta í kringum Jónsmessu líka á mörkum raunveruleikans og draumsins, hins mögulega, og hún vinnur svo fallega með þetta og það verður svona einhver dásamleg draumkend stemning sem að þú stígur inn í þessa bók og þú bara vilt helst vera þar áfram. Þannig að mér finnst hún þetta ótrúlega vel heppnað hjá henni og mikið list að búa til þessa draga upp þessa stemningu og teikna upp þessa personur svo ljóslifandi. Hún segir frá Oddnýju stúlkunni og hún dregur fram líka þessa þætti hjá krökkum á þessum aldri og manni sjálfum bara sem maður mann eftir og tengi við svona hvernig maður getur stundum verið öfugsnúin í sjálfum sér og sagt hluti sem maður meinar ekki og reyndað horfa öðruvísi á umhverfið og það sem í kringum hann og þessi stúlka hún verður á Jónsmessu verður hún fyrir einhverju upplifun sem svo dásamleg að hún eiginlega vill spara hana með því að tala ekki hana eða hugsa ekki hana. Hún hugsar í kringum hana til þess að halda henni einhvern veginn feskri og mengan ekki. Og það eitthvað svo, þetta alveg mögnubók. Hún talar líka þarna, þessi reynsla
lýsir hún því ekki einhvern veginn þannig að hún sé einhver fjarlægð í henni. Það var eitthvað svona... Jú, hún kallar hana fjarlægðina og sko... Bara hreinlega. Já, hún kallar hana fjarlægðina. Já, og þá hugsa maður, og það er svo margt sem að það býður upp á. Bæði sko, hugsa maður, kannski er þetta eitthvað orð sem henni finnst bara fallegt og til þess að, og orð sem hún notar ekki, þetta er eitthvað nýtt orð sem hún er að nota þessa nýju reynslu. Og svo líka þetta, þessi reynsla er fjarlæg hennar upplifunum fram að þessu. Það er eitthvað bara ótrúlega fallegt. Já, og hún er líka svo viðkvæm fyrir sko því sem einhvern veginn treður sér einhvern veginn inn í þessa reynslu og meðan hún er svona fersk eða svoleiðis, eitthvað augnaráð mömmunar sem er eitthvað að horfa svona of fast á hana eða einhverju sem er að nefna nafnið eitthvað of oft og svona eitthvað sem er þá eins og skemmir þetta. Raunveruleikin að ryðjast inn sko í þennan möguleika sem að lifir þarna. En mér finnst Kristín ná svo vel fram akkurat þessu og þessum viðkvæmu svona tilfinningum unglingarna og þetta er allt svo nýtt og ferskt og leið svo sterkt. En svo er þetta svona söguleg skáldsaga, er það ekki? Það má, hún myndi flokkast svona sem söguleg skáldsaga, en er náttúrulega mjög óvenjuleg sem söguleg skáldsaga að því hún er svo... Já, þar hef ekki verið skrifað svona áður. Ég gerir nú ráð fyrir að svona bækur eins og þessar 2 fyrir bókin og svo þessi seinni og svo framhandsbækurnar sem að verða vonandi bara 7-8 að þarna að fólk eftir að verða fyrir miklum áhrifum af þeim sko. Hvernig er hægt að skrifa sögulegar skáldsögur sem byggja á staðreyndum. Því vissulega fór Kristín víðan böll til að afla sér heimilda. Já, hún sagði frá því líka í viðtali við okkur. Hvað var umverulega, hún var að lýsa svona eins og heimilda vinnu virkilega. Já, en eins og, þú veist, einhver sagði einhver staðar með, ef þú fyrir á leikrit, þú lest leikrit, eða ferð að sjá leikrit og þú ferð að hugsa leikstjóran, þá er eitthvað að. Þá hefur leikritið ekki lifnað fyrir þér. Það er eins og með heimildavinnu og ofsalega vinnu sem liggur að baki þessum bókum, 2, að þú verður ekki vör við hana. Nei. Og persónuna lifna alla við, en grundvöllurinn, þessi heimildavinna, hún er þarna. Það er jörðin, sko. Já. Það er eitthvað áreynsluleysi og svona einhver léttleiki í frásögninni eða svona eitthvað svo fingert, finnst manni. Svona, hún er einhver alveg fingerð, að lýsa einhverju fingerðu og maður trúir því, sko. Bara svona hafi þessu manneskjum liðið einhvern veginn alveg nákvæmlega svona. Af því þetta er svolítið flókin líðan sem einmitt að þú veist á þessu mörkum, þetta er alveg svona þetta er undarlega líðan sem hún gerir þetta svo áreynslulaust og með slíkum léttleika þetta verður allt, þetta flæðir allt svo vel og verður svo trúverðugt og henni tekst með einhverjum galdri að skapa þetta og þetta er ekki löng bók en sko þetta er heill heimur. En svo er aftast svona eru svona ættartré. Já. En ég verð að segja, mér varst það ekkert svona, ég þurfti ekkert sérstaklega á því að halda, fannst ykkur það vera svona mjög til bóta? Mér finnst það ekkert skemma, maður þurfti ekkert á því að halda. En það var bara skemmtilegt. Já, bara gaman. Og gaman. Jú, og svo skrifar hún þetta er bara gaman þessi að hafa þetta. Ef menn er eitthvað að ruglast oft, þá fara þeir aftast og skoða tengslin. Þetta er líka vegna þess að hún er nú búin að gefa út aðra bók Átníu, þá er hún yngri, segir samt söguna, hún Átníu sögumadurinn og það er gott að geta, þar eru fleiri persónur sem ekki eru í þessari bók. Sko. Jú, þetta er svona hugsað til framtíðar. Já, og svo heldur serían áfram, ef við kallum þetta seríu, og það kemur 3. bók og fleiri og þá er gott að hafa þetta. Það er það. Já. Seinna. Af því auðvitað er þetta svona bók sem maður lesa aftur. Svo er bara gaman að skoða þetta og aftur og velta þessu fyrir sig. Já. Og svo þegar heildinni komi verður það ekki síður skemmtilegt. Þannig að, ég var eitthvað að hugsa hvernig maður myndi, ef maður þyrfti að segja svona hvað bókin væri að þannig,
sko ekki einhver, það svolítil svona vitund að þetta eru verkakonur eða þetta verkafólk. Er það ekki svolítil svona... Já, þetta ekki yfirstætt. Nei, já, þetta svona einhver hugsun þessar konur sem eru vinnukonur eða verkakonur. Það náttúrulega þau búa á sveitabæ og það þurfa bara allir að vinna og það töluverð mikil vinna og náttúrulega skipting á milli karla og kvenna og fólk bara var að allan daginn, þannig að það mikil náttúrulega meðvitund það í bókinni en svo ertu með sko bara sálarlíf Oddnýjar og það sem að gerast hjá henni sem náttúrulega á þessum tíma sko í þroska einstaklingsins, þá bara allt að gerast. En það svolítið fallegt að það einhver svona samengið eitthvað félagslegt svona, einhver félagslegar aðstæður og tíminn, þú veist, maður finnur að það tíminn, en svo hinbóin það alveg tímalaust, þessi svona tilfinninga, það einhver bæði svona tími og samengi og svona algjört bara tímaleysi eins og þú segir á mörkum dröms og þannig, og líka það ekki á mörkum, ekki einhver svona, hvað þá það gamaldags orð að segja kynusli eða svona, ekki eitthvað Ég held að það orðið gamaldags. Nei. Kynusli. Hún náttúrulega bara að uppgöta sjálfa sig sem svona sína kynvitund. Já, en það ekki svolítið svona á mörkunum hvort að hún og jafnvel Ívar sko hvort að af hvaða kyni þau hrífast eða það ekki líka bara svona mjög fljótandi? Það mjög fljótandi, jú. Það var kallað hérna kynusli, það ekki ennþá? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki heldur. En þetta alltaf skemmtilegt orð. Mjög. Það ekki bara? Skemmtilegt orð. Við skulum bara kalla það kynusla. Kynusli skal það vera. Þessum þætti. Já, finnst ykkur ekkert svoleiðis í bókinni? Jú, það einhver svona, þú veist ekki alveg hvað þú ert, sko. Þessi svona mikla lýsing á, ég meina það alveg erotísk lýsing á konum þarna. Já. Og svona... Já, það þannig sem hún orfir á það í sínum kynusla. Já, þess að nefna það nokkuð tímann, sko. Já. En fegur þeirra alveg yfirgengileg og hún mjög falleg einmitt í bókinni lýsingarnar. Já. Á þeim, sko. Ég myndi þetta ekki bara þetta gæti nú bara þótt að sé svona kannski meira undir rós þá þetta nú svona eiginlega erotísk bók líka, það ekki? Eða það kannski ómikið að segja það? Nei, ég meina maður getur talað bara lýsing á fjöllum og ám og vötnum líka erotískar eftir hvernig þú upplifir það. En þú upplifir þetta greinilega erotísk lýsingarnar á konum í bókinni eins og Oddný, aðalpersonan. Já. Að hvort hún hegi svo til hvern eða kalla eða allra vitu ekkert nema kannski í næstu bók eða þar næstu, sko. Já. En allur góður skáldskapur sem hreyfi við manni erotískur. Eða það finnst mér. Að hún hreyfir við einhverju sem það kviknar í manni. Eins og það var erotískt þegar þú last ræðuna. Vegna þess vegna verður maður klökkur. Það allar þessar stærstu og dýfstu tilfinningar sem spila saman. Já. Jú, þetta mjög erotísk bók. Ég held það. Já, þetta þessi upplifun stúlkunar erotísk. Já. Hún að uppgöta sjálfa sig bara sem kynveru. En myndið þú segja það ef þú fer núna með þessa bókamessu, sko, þá segir að hún hafi fengið verðlaun, það ekki? Jú, þá tekið það fram. Ég segi líka af því að kannski af því sem við vorum að segja hér að þá hljómar bókin óaðgengileg. Hún það alls ekki. Nei. Og maður byrjar að lesa og maður bara sogast inn í söguna og vill bara dvelja þar sem lengst og það líka upplifun sem ég myndi lýsa fyrir erlendu bókaútgefundum af því að þeir vilja vita hvernig lesandinn upplifir bókin og hvernig maður svona heillast af henni. Já, hún ekki svona óaðgengileg eða einhverju drauma rugli, einhverju sem alls ekki, sko. Já, allir nokkuð miskili það þó að sé talað drauma og veruleika þessi
fylgir því einhver óaðgengileg. Já, sumur nú hræddir við það. Já, en þá verður að lesa einhver aðra bækur. Þessi mjög aðgengileg. Hún þannig, já. En hún svolítið svo spennubók líka, því lengi vel maður að velta fyrir sig, byrju, hvað það eiginlega sem að það eitthvað sem að hefur hendan eða mun henda þessa stúlku, það gerist eitthvað svona. Þannig að mér finnst þetta, ég myndi líka kannski setja erotísk spennusaga. Já, af því hún vill ekki koma, hún talar í kringum þetta og vill ekki koma beinlínis orðum að því og lesandinn vill náttúrulega vita meira og það togar í mann, maður vill vita meira og það ekki einmitt það sem að maður þess vegna les maður bækur að því maður vill vita meira. Þess vegna hafa það stundum bara dálítið sterka flettiorku. Já. Eins og verið að tala dálítið núna. Flettiorku. Þú veist. Já. Að maður flettir að sér. Maður spenntur að lesa. Já. Og þó hér sé ekki reyna hryllingsatburðir eða nokkur maður sé drepinn og hann fláður síðar og allt það, að þá flettiorkan og hún held ég að gerist með þessari spennandi manneski sem Oddný. En svona bækur, ef þær vinna ekki finnst ekki gaman að neita Oddný? Jú, mér fannst það mjög gaman, skrítið svolítið, en hérna ég hugsaði Oddný og ömmu mína, en ef þú ferð með svona bók ef við pælum aðeins í bókmenntaverðlaunum og hlutur, tilgangi þeirra eða svoleiðis, þú ferð að bókamessu og vilt gjarnan að einhverjir útgefendur kaupi þessa bók af þér til þess að hún komi út í öðrum löndum, ekki í þýðingum og ef hún hefur ekki fengið tilnefningu kannski til bókmenntaverðlauna og ekki bókmenntaverðlaunin þá aðeins erfiðar það ekki að svona samfæra þá þarf eitthvað annað að koma til eins og til dæmis mikil sala eða einhverjar vinsældir eða eitthvað sérstakt eða hún fjallum eitthvað málefni sem að við komandi útgefandi hefur sérstakann áhuga á en það sem að bókmenntaverðlaunin gera að þau lyfta bókinni þegar þú ferð á þessar erlendu kaupstefnur það svo mikið gefið út og þú ert að hitta ég kannski að hitta 100 manns á einni kaupstefnu en það eru 1000 manna þarna og allir að bjóða bækur og þú verður að kunna að velja saman réttu bækurnar fyrir réttu útgefandana það þýðir ekki að bjóða manni sem gefur bara út blóð og glæpasögur bók eftir Kristínu Ómarsdóttur af því að hann mun ekki þú væri bara að sóa þínu tíma þannig við þurfum að velja vel saman bækur og útgefendur bara eins og þú velur saman bækur og lesendur og svo útskýra fyrir viðkomandi af hverju þessi bók á erindi ekki bara til hans og inn á útgáfulistan hans heldur líka bara inn á hans markað og það getur verið ýmsar ástæður, það getur verið eins og ég segi efni bókarinnar höfundurinn salan verðlaun ýmsar aðrar ástæður sem þetta nú ekki í hug núna en það alveg það ýmsar aðferðir og leiðir. En getur þú sagt svona, þetta eins og þú varst að segja Vigdís, þetta áhrifarík þetta svolítið nýstarleg leið til að skrifa sögulega skáldsögu. Myndi það vera þykja spennandi? Já. Ég svo við höfum alltaf að skrifa sögulegar skáldsögur þeir sem hafa skrifað svona atburð á Íslandi þeir halda sig við heimildir og því meira bréfum og allt þetta ævisögur og svona en þarna farið í efni sem ekki hefur verið gert áður það ímyndunin, draumurinn og veruleikin sem leika svo vel saman í frásögninni að segja frá fólki sem hefur aldrei haft pláss og ég lesið með einhverja úlinga frá 19. öld annars staðar það svo margt nýtt en nú sagði þú eitt sem ég myndi nota ef ég væri að segja frá fólki sem ekki hefur haft pláss það eitthvað sem að erlendur útgefandi gæti hlusta og hugsa já, ég hef áhuga á þessu og það sem að maður reynir að gera að koma með ástæður og rök og svo líka
miðla þeirri ástríðu sem maður sjálfur hefur fyrir bókunum af hverju ég er hrifin af þessari bók, hvað er það í bókinni sem höfða til mín og hvernig það getur nýst viðkomandi og svo reynum við að tengja að því að sko skref númer 2 er að fá viðkomandi til að lesa eitthvað úr bókinni. En þá er það ekki eitthvað þýtt og svona... Jú, við látum oft þýða eða svo eru líka eru margir með bara fólk á sínu snæru sem að kann að lesa íslensku og getur lesað og sagt frá bókinni og skýrt frá henni og það er þá fólk sem á engra hagsmuna gæta þannig að útgefandinn hugsar ég trúi nú engu sem Úa segir, hún er alltaf að reyna að selja mér eitthvað en þessi náungi, hann á engra hagsmuna gæta, ef hann er líka hrifinn af bókinni þá veit ég að hún virkar. En hjálpar það alltaf að fá höfundin á staðinum ef þetta fólk sem er að hugsa hvort að þessi bók sé áhugaverð hittir höfundin, getur það stundum bara spilt fyrir að því höfundurinn segir bara eitthvað, kann ekki að segja neitt jákvætt sín eigin bók og svara bara út í hött og hefur upplifað það svona að það sé bara raunverulega verra. Ertu þá að tala á erlendum bókamessum og svo leiðis? Já. Sko þegar við erum á þessum bókasýningum þá er þetta er mjög staðla form, við höfum bara hálftíma. Það er takmarka magna bókun sem þú getur kynnt fyrir öðrum á hálftíma. Ertu þá að tala fyrir ekki hálftíma með hverjum og einum? Já. Panta tími fyrirfram og hálftími einum. Þetta er svona eins og speed dating. Já. Panta fyrirfram og þú býr til dagskrá og þú hefur hálftíma með hverjum og einum og þú ert búin að undirbúa þetta rosa vel, velja bækurna sem þú ætlar að tala svo kannski stundum talar eitthvað allt annað því að það líka gerist. En allir eru uppteknir og eru með sko, full bókaða dagskrá. Þannig að ef það kemur einhver höfundur inn og er bara að fara að tala sína bók og hann er kannski að tala við einhvern útgefanda einmitt sem hefur ekki áhuga á þess konar bókum, þá er það ekki að ganga. Þannig að þetta er ekki rétta umhverfið. Aftur á móti segjum svo að höfundurinn sé þarna í boði útgefanda síns í viðkomandi landi og þau fara út að borða og hann hittir einhverja aðra útgefundur, afslappara umhverfi, ekki á inn á þessari bókamessu, þeir taka tal saman og þá gerist eitthvað. Þegar fólk svona kynnist og spjallar, þá gerast hlutir. En við vorum að tala þetta ef það væri ekki bókmenntaverðlaun, af því að greinilega, ef þú hefur bara hálftíma og þarft að, sem sagt, þá selja eða kynna bækur. Ég kynni bækur, svo sendum við náttúrulega, sko ég er löngu hægt að gera þetta, en ég tala eins og ég sé enn í þessu í dag, en við náttúrulega sendum efni af því að þú getur ímyndaðir það að þú ert kannski á 50-60 fundum í 3 daga og kemur heim og þú ert alveg keksruglum, mannst ekkert. En þú veist, þú ert búin að skrifa allt niður hjá þér og þú veist að viðkomandi mun senda þér efni og svo skoðar efnið. Já, en ég er að meina, sko, þú veist, hvernig bókmenntaverðlaun virkar, sko, þú veist, það virkar náttúrulega hérna á Íslandi, þeir sem fá tilnefningu, þá er sett limmið á bækurnar og þá þetta er bara markastengingin. Já, markastengingin fyrir jólin, þá, þú veist, reistir fólk því að þetta er nú eitthvað valið að fagfólki sem tilnefndar og góðar bækur og svo leiðis. Og það gerir það sama á erlendri grundu. Það er bara, frambúðið er mjög mikið. Okkur á ég að velja einhverja bók frá Íslandi, framöður bók frá Íslandi. Þú veist, hvað er það? Já, ég hef heyrt góða hluti íslenska bókmyndir og þessi bók hér, hún er með bókmyndaverðlaun. Hún hlýtur að vera góð. Ég ætla að lesa hana. Og ef það væri sko mörg bókmyndaverðlaun, það myndi vera bara stopp með mörg bókmyndaverðlaun, þá kannski væri það aðeins svo mikið, það væri bara alla bækur væri með einhver verðlaun. Þá væri það kannski ekki jafn trúverðugt. Nei. Það myndi svona kannski... Þannig að svona verðlaun þurfa, bókmyndaverðlaun verða að hafa einhver trúverðuleika svona... Já, það náttúrulega verður eiginlega að vera þannig. Ef allar bækur eru með bókmyndaverðlaun, þá náttúrulega hjálpa þau ekki. Því það er ekkert sem aðgreinir bækurnar. Nei, það er ekkert sem Nei, sko það sem hefur verið kannski neikvæðast talað þessi bókmyndaverðlaun, svo það skjóti því nú inn í. Eða það sem talað hvort það er neikvætt eða ekki, að þau séu svo markatengt. Tilnefningarnar koma í desember
og þá allir að fara að kaupa bækur og það íti öðrum bókum til hliðar sko. En svo eru sem eru með því og aðrir á móti slíku, en þetta eru stærstu bókmenntaverðlaunin okkar, þau eru tengd ykkur markaðspéssunum, það ekki rétt? Jú. Sko, við viljum náttúrulega bæði, við meðum ekki gleyma því að auðvitað eru tilnefnd, það er bara fá verk tilnefnd og mörg önnur sem að hljóti ekki tilnefningu og ættu örugglega skilið að fá hana. En þetta verður að vera takmarkað, en bókmenntaverðlaunin verða líka til þess, eða þessar tilnefningar og verðlaunin sjálf, verða til þess að fólk talar bækur og bókmenntir og það skiptir svo miklu máli. Já, þannig það er ekki bara náttúrulega, og við útgefundur sitjum ekki í þessum dómnefndum, þannig að við ráðum ekkert hvaða bækur verða tilnefndar. Nei, og það er ekkert endilega bækurnar sem við myndum sjálf velja. Því hver og einn velur bara út frá sínum smekk og sínum skoðunum. Sko. Já. Að því litinu er þetta mitt faglegt, þótt að þetta sé sem sagt verðlaunin séu kostuð af bókaútgefendum, er það ekki? Jú. Og þetta séu bókaútgefendur sem tilnefna bækurnar sko, og eru hugsuð sem á einhvern nátt sölu aukandi, en eru líka hugsað eins og segir umræðu vekjandi. Og þetta er virkilega umræðu vekjandi. Já, og þá er þetta fagleg, þá er þetta á þetta að vera óháð nefndir, það ekki svona. Þær eru, dómnefndirnar eru óháðar og vinna sjálfstætt og við skiptum okkur ekki að þeirra störfum, en gleðjumst ef að bækurnar okkar fá tilnefningar. Og velun. Þá gleðist við enn meir. Það er ekki bara höfundur sem velun sem gleðast, það er fullt af fólki í kringum þetta. Sko. En það er voða mikið þessu, sko, þegar maður heyrir bækur, sko, svona útlenska bækur sem rata til maður á einhvern hátt, þá er náttúrulega oftar en ekki eru þær með límið á sér, með einhvers konar tilnefningu á sér eða verðlaun. Ég allt fór að hugsa þetta, betur það snýst. Maður heyri þetta alveg svakalega mikið í svona kynningum á bókum, þetta með þessi verðlaun. Og hvenær byrjaði þetta? Hefur þetta alltaf verið svona, það sé alltaf verið að tala svona þessi verðlaun? Eða er þetta frekar nýlegt fyrirbæri? Sko, þau náttúrulega, ef þú ert að sem útgefandi að velja bók til útgáfu, og þú ert alltaf að hugsa hópinn þinn, fólkið sem er að fara að lesa bókina, þú ert líka að hugsa finnst mér þetta góð bók, höfðar hún til mín, er hún samkvæmt útgáfustefnu hjá mér, en það hjálpa þér, framboðið er gífurlegt, þannig að það hjálpa þér að fá upplýsingar, já þessi hefur fengið þessa viðurkenningu, þessi hefur fengið verðlaun, af því að þá er búið að síja aðeins út, sko. Og þá kannski skoðaru þær bækur fyrst, en þú skoða líka bækur alveg eins og ég sagði áðan, þú skoða bækur út frá ýmsu, kannski hef ég áhuga á bókum eitthvað sérstakt málefni og leita fyrst og fremst að bókum það, burt sér frá því hvort það fengi verðlaun eða ekki. En áður en þessi verðlaun komu til sögunar hérna á Íslandi. Er þetta talað þá íslensku bókum? Íslensku bókmenntaverðlaunin. Það er 1989. Já. Þau eru fyrst veitt þá. Ok, 89. Þannig að fyrir þann tíma var þá bara leituðu sem sagt lesendur bara til, var það þá auglýsingar sem réðu eða var bara leita til útgefandana eða einhverja svona páfa eða var þá meiri kannski meiri umfjöllunum bækur í blöðum og sjónvarpi og svoleiðis sko? Já, það voru fleiri miðlar sem fjölluðu bækur og það var auðveldara að koma upplýsingunum á framfæri við fólk af því fólk horfði á línulega dagskrá í sjónvarpinu. Þú þarf náttúrulega að láta fólk vita að bókin er komin út og hvernig átt að koma þeim upplýsingum og þú þarf líka að láta fólk vita hvað bókin er, af hverju bókin höfða til þeirra, af hverju þau eiga að kaupa þessa bók og lesana og þessum upplýsingum þarf þú að miðla á einhvern hátt til lesenda og fólk horfði á línulega dagskrá í sjónvarpinu og sá auglýsingar, fólk las bækurnar í fjölmiðlum og hlustaði útvarp og heyrði stórar auglýsingar í fjölmiðlum sko. Þetta hefur bara breyst svo mikið. Já, þetta hefur breyst sko, það breytist og margt við íslensku bókmenntaverðlaunina. Manst þú tíman að tvenna sko, hvenær gafst út þína fyrstu bók? Ég svo rugluði tímanum fyrir ekki. Já, svona eru það tvennir.
Ég man það ekki 1983 en ég var einmitt þarna í þessari púlíu þarna 1989 fyrstu púlíunni Varstu að tilnefnd? með bók tilnefnd og þetta var rosalegt hafari Til hamingju með það. já takk langt síðan en takk fyrir já þetta var rosalega mikið hafari í kringum þetta og eftir semst fyrstu bókmenntaverðlaun sem Stefán Hörður Grímsson fékk fyrir ljóðabókina sína að þá var alltaf stöðug umræða sitt sýndist nú aldeilis hverjum og það er gott og það er það besta við þessi verðlaun þegar fólk nær því að tala saman bækur Nákvæmlega, já. Nei, eins og barnabarni mitt sagði við mig í gær amma, ég elska kótilettur og það er þetta sem maður þarf þegar maður þarf að tala bækur maður elskar bók eða ekki og svo kemur debatt, það er gaman að tala bækur og það er ekkert allir að vera sammála nei og það eru það ekkert allir nei. Og mann vita að þetta er ekki stimpill frá Guði sko, bókmenntaverðlaun eða bókmenntaverðlaun eru náttúrulega mikil sveriði auðvitað. Já, þetta er mikil viðurkenning. Já. Mikil viðurkenning, en fólk veit samt að þetta er, að fólk þorir alveg að vera á öðru máli eða svoleiðis. Svona Íslendingar eru það eiginlega, er það ekki? Svona öryggi með sig í svona áliti sín á bókum. Jú, og sko, hvatningi verður náttúrulega að lesa þessa bók sem fær verðlaunin og allar hinnar. Og vera svo þá samræðahæfur í boðinu. Og mynda sér sína eigin skoðun. Já. En þá kannski stund, ég man eftir einni bók sem ég ætla ekki að nefna, en ég man eftir einu sinni þá fekk einhver bók verðlaun og það snerist líka við svona gegn bókinni að hafa fengið verðlaun að því að það voru svo margir á því að aðrar tilnefnda bækur hefði átt að fá frekar verðlaunin og þessi sem fekk verðlaun hefði nú bara ekkert verið sérstök og svona. Já, munið aldrei eftir svoleiðis. Nei. Ég man það ekki að það getur alveg verið, sko. En mér finnst maður bara svona 10 daga, þá sýnir maður nú bókinni sem fær verðlaunum kurteisi. Að maður segir að allar hinnar bækurnar hefði frekar átt að fá verðlaunin, sko. Þetta er bara samkvæmsleikur. En hefur þú fengið verðlaunin? Já. Nú, já. Og hvað ég segja? Var það ekki gaman, góður reynsla? Jú, það var ægilega gaman. Jafnvel þó ég hefði kannski verið mjög mikið á móti því. Sko, verðlaununum sem ég var ekki neitt, að þá var það ægilega gaman, þetta var bara hátíð stund, sko. Og ef maður get ekki upplifið það þegar þeim er veitt viðurkenning fyrir það sem það reynir að gera best, þá geta það bara getið það sem úti frís. Mér fannst það ægilega gaman, sko. Og hvaða bók var það sem fekk verðlaunin? Já, Granddagur 7. Nei, í alveg Það stóð aðeins á því? Já, þetta er, já. Það var 94, það er langt síðan, sko. Það er 20 ár síðan. Er það ekki? Ég er ekki góður að reikna, eru þið ekki í svo listar? En höfundarnir sjálfur sem að, þeir duglegir að taka þátt í kynningu af bókum sínum og í þessari viðleitni ekki, þá er ég ekki að meina þennan höfund sem mætir þarna óboðina á bókamessuna og fyrir eitthvað blaðræður en svona, eða svona almennt. Það er ekkert gaman fyrir höfundar náttúrulega að koma á þessar bókamessur. Er ekki gaman? Nei. Sko, ég held að þetta sé dálítið yfirþyrmandi að ganga, það er svo mikið af bókum og það er svo mikið af fólki og það eru allir uppteknir við að tala saman og það hefur engin tíma. Nei. Til að spjalla við svona fólk sem er ekki búin að panta tíma. Þannig að það er ekkert gaman fyrir þá. En ég meina bara svona eins og fyrir jólin, jólabókaflóðinu og upplifur ekki að það sé svona að höfundar séu misgóðir í því að kynna sína bækur. Það er örugglega mjög erfitt fyrir fólk sem er búið að sitja kannski 2-3 ár heima og skrifa bara og vera eitt með sjálfu sér meiri hluta dagsins og svo allt í einu í 2 mánuði fyrir jól þá það að vera á útopnu og hrósa sjálfu sér og trana sér fram og það er bara mjög margir sem eiga erfitt með þetta. Og þú hefur nú upplifað þessa tilfinning, þú ert nú útgefandi líka Árný. Já. Segðu okkur að því við vorum að tala um þetta áður fyrir þáttinn í undirbúningsvinnunni, segðu okkur frá því aðeins. Já, ég er nú svona að taka mín fyrstu skref sem útgefandi og
kannski byrjar ekkert mjög vel svona hjá mér að því ég til dæmis þá líka höfundurinn og gef höfundinum, útgefandinn gefur höfundinum sko leyfi til að seinka útgáfu oft sem ekkert sniðugt sko. Nei. Þú veist, höfundurinn alltaf að segja ég ætla aðeins að frekar að laga og gera öðruvísi og þannig að þú veist, það vantar það þessa dýnamíka að útgefandinn kannski svolítið íti á. Það erfitt að vera strangur við sjálfa sig. Já, og eða líka ef maður strangur á kannski vitlausum stað, þú veist, strangur varðandi einhverju uppbyggingu á einhverjum verkum en ekki kannski strangur í þessu að það verði að koma því áleiðis. Já, svo líka var ég að gefa út bók fyrir jólin, mér varst erfitt svo sem að vera eitthvað að segja sjálf, þú veist, þetta þú þarft alveg endilega að eignast þessa bók, mér fannst það svona mjög erfitt, sko. Nei, segðu hvað að sé niður í það, sko, þú situr við borð og ert að selja bókina þína og hérna, sem svona þykk og mjög fín og allt það og þér þykir vænt hann allt, svo kemur svona fólk og þú ert svo erfitt með að segja, hvað þetta erfitt með að segja, nú kemur fólk og allar að kaupa hana og hvað það raunverulega sem þú ert erfitt með að segja? Já, ég bara reyna, sko ég átti að máði bara þetta auðvitað sérstakt fag að segja svona af hverju ætti ég að kaupa þessa bók sko, hvernig á maður einhvern veginn að svara því sko, ég reyndi að finna einhverja sölulínu og setti þarna að hún væri svo vel saumuð að því hún var mjög vönduð og var svona, þú veist, það var óbúðslega og hún datt á gólfið og hún sko skattaðist ekkert en ég segi, þetta nú virkilega og ég skrifaði það svona miða, mjög vel saumuð bók. Já. Núna finnst mér að hlægilegt sko, en ég var þarna í að reyna, nú verði ég að vera bara sölumaður. Þú átti semst erfitt með að segja að þetta alveg ofsalega góð bók og hún mun bara breyta lífiðinu. Bók á erindi til allra. Það erfitt að tala svona eigin verk. En ef hönnuðurinn var við hliðina mér, þá gæti ég sagt bara hvað ég var rosalega ánægð með hennar og hvað hefði verið stórkostlegt að vinna með henni og ef að myndlistakonan sem að bókin var var við hliðina mér, þá ætti ég ekki neitt erfitt með að tala um það og þær gátu það að hrósa mér, þú veist, þannig að það þarf, maður fatt að þetta þarf að vera pínlítið svona, ekki hrósbandalag, en svona er það ekki, þetta svona einhvern veginn þessi vandi og við höfum talað um líka unga kynslóðin, eða það allavega klísjan, mjög margir af yngri kynslóðum bara hafa séð þessi knúna til þess að taka þátt í meira mæli í þessari kynningastarfsemi og skrifa sín eigin verk á samfélagsmiðlum. Sko það náttúrulega það hefur breyst umhverfið í fjölmiðlum. Þannig það erfiðar, sumir höfundar það búið að koma á framfæri, lesandinn og kaupandinn veit hverju þeir eru og veit að hverju þeir ganga ef þeir kaupa bók eftir viðkomandi. En svo það náttúrulega yngri höfundar sem eru bara ekki þekktir, þurfa að koma sér á framfæri. Lesandinn og kaupandinn þarf að vita hver þessi höfundur og hvers vegna hann ætti að kaupa bókina eftir viðkomandi og það erfiður að koma á framfæri því það ekki eins og ég sagði á hann það ekki þessi línulega dagskrá í sjónvarpinu sem allir horfa á það ekki sko sömu dagblöðin sem allir lesa það erfiður að koma þessum upplýsingum á framfæri og þá verðum við að nota samfélagsmiðlana og netið og þess vegna verða eiginlega ungir höfundar að vera dálítið duglegir á samfélagsmiðlum og þeir þurfa að vera ófeimnir við að tala um bókina sína og koma á framfæri. Já, og hrættir við það þó einhvers mikill montaras þetta. Já. Af því þetta umhverju svo ólíkt frá því sem var. Þegar það þótti sko fólk fekk 5 stjörnum fyrir hóvarð. Fólk sem segir bókina sína, þetta yndisleg bók sem ekki gott orð, Oddný. Nei, það erfitt orð, en segjum svo. Það getur verið alveg hóværi manneskja, þó að þetta sé hennar eigin bók. Þetta búin að leggja eins og þú talaður 3 ár í að vinna. Hún búin að vera ein meira og minna þannig, en svo breytist, verður hún að skipta pínlítið karakter. Já. Þegar hún fer í þetta. En þetta svo misjafnt hvað kynslóðnar eru aldar upp fyrir það að hrósa sér. Og þú nefnir þarna 3 manneskjur. Það betra að hrósa öðrum en sér. Jú, svo náttúrulega, þetta svo myndlistafólk, það bara í skólan núna í
myndlistaskólum í dag þá sko, það bara hluti af náminu að skrifa kannski pínlítinn texta fólk á að skrifa, kynna sjálft sig sko. Já. Og ég hugsa að það sé líka með höfunda, þetta bara þeir líta á það sem til dæmis orðið höfundarmynd, ég hafði aldrei heyrt það, þetta bara svona konsept, þá ertu með nýju höfundarmyndina þína, þú veist, þetta bara líta á þetta meira svona fagmennsku að þú tekur þátt í auðvitað, ef þú ert að gefa út verk þá þarftu auðvitað bara að standa fyrir þessu verki og vera með mynd af þér sem höfundi og svoleiðis sko. Já. Fólk á misjaflega gott með þetta en tímennir hafa breyst varðandi þetta. Fólk á ekki eins erfitt með þetta eins og þau eru alið uppið að sitja út í horn og þegja og var aldrei að monta sig. Það er þannig sko. En það er engin að því sem segir bara eins og er. Nei, en ef einhver er ekki góður í þessu í gamla daga segjum, var það ekki einhver annar alltaf sem að við vorum að tala hérna, Davíð Stefánsson hann var bara góður í því að koma fram og einhvern veginn náði vel til fólks. Persónu töfra. Já. En sko, við náttúrulega gerum meir en að auglýsa bækurnar eða láta ekki höfundarnir vera á samfélagsmiðlum. Það eru líka upplestrar og þá látum við bókina í raun og veru auglýsa sjálfa sig. Höfundur les einhvern góðan kapla úr bókinni og þá nýtum við hans persónu töfra og bókina til þess að heilla lesendur og þau fá svona aðeins smakka bókinni og þá mögulega átt að sjá því að þau vilja lesa þessa bók. Það ýmsar aðferðir. Svo náttúrulega eru viðtöl og við reynum ef að þau eru sett á netið að þá reynum við að deila því og hvetja höfundarna til að deila því og alltaf að minna á. Þetta er flókið og erfitt og það er örugglega erfitt. Ég oft vorkenni höfundunum. Ég myndi ekki vilja þurfa að vera að sitja efni sjálfa mig alltaf á samfélagsmiðla en þetta er bara nauðsynlegt í dag. Þú fegst smá smjörþvefin í gær að stíga eins og þú værir höfundur að stíga hérna á Bessastöðum svona. Gætir hugsað þér að vera höfundur og... Ég myndi nú síður vilja það. Ég vil freka vera útgefandi. Já. En ég hugsaði mitt það í gær að það er ekki alveg auðvelt að fara svona og gera þetta og örugglega erfitt einmitt fyrir höfundana sem eru oft í miklu bara heima að skrifa og ekki svona mikið á útopnu. Þá er þetta átak. Mér fannst nú allir standa sig bara ótrúlega vel í gær af þessum höfundum sem framkomu. Það er ekki líka svolítið svona fallegt hjá lesendum að það er einhver fólk býst við því að höfundar séu allavega og sumir séu tilbaka og gefa menn ekki yfirleitt svona smá séns. Ég vil þótt einhver sé feiminn eða... Svo eru bara lesendur líka alls konar og þeir eru feimnir við höfunda og en ef að fólk næra að tala saman þá er það svo gefandi og gaman. Ef að segja þetta samtal gott í bili? Já, en mér langar að því að þú ert útgefandi. Mér langar ekkert að bjóða upp í kaffi vegna sem ég veit þú drakst svo mikið í morgun. Já. En óskaði til hamingju. Takk fyrir það. Með að hafa valið þessa bók til útgáfu. Og bara innilega. Og án þín hefði hún ekkert komið út. Þetta er nefnilega allt saman samtal og úrvinnsla. Takk fyrir. Já, það má kannski bæta aðeins við að það er stoltið stórt teymi alltaf á bakvið útgáfu á einni bók. Það eru ritstjórar og lesarar og ekki bara höfundur og útgefandi heldur mjög margir sem koma að hönnuðir, umbrotsfólk. Þannig að hver ein og einasta bók er samvinnuverkefni. Mörg handtökin. Já. Og mér finnst bara svo gaman að fá að heyra í útgefandanum. Það er ekkert svo oft sem að færa að heyra í einmitt þessum sem eru að búa til bækurnar einhvern veginn svolítið ofta bak við tjöldir. Nei, það er bara höfundurinn oftast Já. En þannig að hér er verið að brjóta blað og það er yndislegt blað. Já, kæra þakkir fyrir að koma til okkar í bókaspjallið. Hólmfríður Matthíasdóttir, kölluð Úa,
útgáfu stjóri forlagsins, það ekki? Jú. Útgáfu stjóri forlagsins. Takk fyrir mig. Takk fyrir spjallið og til hamingju, já, og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í spjallinu og við náttúrulega hvetjum alla til að lesa verðlaunabókina sem fékk íslensku bókmyndaverðlaunin í gær. Bókina Móður ást draumþing eftir Kristínu Ómarsdóttur og við líka höldum áfram í næstu viku með bókaspjallið, en við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að ræða málin, svo farið ekki langt, skellum á nokkrum svona auglýsingum. Takk. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.